Ég verð að tala á íslensku. Sjáu þið þarna málverkið þarna. Þetta var málað af Færeying sem bjó á Íslandi. Fyrir sunnan, hann bjó í Reykjavík. Hvað var hann hét? Jakob Mortensen. Suðureyingur. Hann kom alltaf á færeyska sjómannaheimilið þar sem ég bjó þegar ég var í námi fyrir sunnan í Reykjavík. Hann kom alltaf þangað og á samkomur og hann hafði alltaf sama vitnisburðinn. Guð hafði lagt honum það á hjarta að tala eða minna á hinn skapandi Guð sem hafði skapað himinn og jörð, og þetta hafði ekki þróast af sjálfu sér. Guð var almáttugur, það var hann sem hafði skapað og byrjað þetta, við vorum sköpun hans og við skulum muna eftir honum og fela okkur í hendur Jesú Krists og trúa á hann og trúa á hans blóð og hans krossarverk og það var það. Svo var hann búinn, svo settist hann niður aftur. Aftur næsta sunnudag, aftur sami maður, hann var með sama vitnisburð. Þetta var svona svolítið skrítið, en svona er þetta nú. Sko, já, það er það sem ég vil segja þér, að þú ert sköpun Guðs og þú manst það frá Biblíunni að Guð skapaði Adam og Evu, kall og konu, og hann sagði við þau fjölgist. Fjölgist, já, hvar er þetta? Þú sér þetta er á Norðurlandi. Þetta er biskupssætið á Norðurlandi. Sko, þessi mynd er einhvern veginn komin til Færeyja, og pabbi minn vann þessa mynd á einhverjum velgjörðar eitthvað drasl, og hafði enga gleði á henni og gaf mér hana. Og svo hef ég sporað upp hvað þetta er. Þetta er biskupssætið á Hólum á Norðurlandi. Svolítið áhugavert af því að hann Guðbrandur Þorláksson var biskup hérna. Og ég held mikið upp á hann af því hann var fyrsti að þýða Biblíuna, rétta textan á íslensku. Það var Oddur Gottskálksson sem þýddi Nýja testamentið í einhverju fjósi þarna því að það var bannað, en hann gerði það samt og fór svo til Danmerkur og lét þetta prenta og kom svo til Íslands. Hann þurfti að fela sig. Og það var í 1540. En svo í 1584 þá kom öll Biblían út á hinni norrænu tungu. Það var Guðbrandur Þorláksson. Og ég fyrir oft út á netið að gá hvað hann skrifaði. Ég er líka með Lúthers heilige skrift frá 1545, ekki 46, 45. Og ég hef líka Nýja testamenti hans Tyndales, William Tyndale. Það heldur símanum hjá mér. Já. Og svo blessuðu King James Biblíuna, sko. Alveg hreint, blessuðu King James. Það er tindurinn. Sko, rétti textin, hann heitir, skal ég segja þér, Textus Receptus. Og það voru fyrstu biblíunar sem komu út. Það er rétti textin. Allar sem eru komnar út eftir 1884 eru skrattans biblíur. Má alveg bara henda þeim til helvítis. Það er vittlausi textin, það er alexandríski textin, þeirra Westcotts og Horts, og það er ekki rétti textin. Það er vittlausi textin, af því að Alexandría var, skal ég segja þér, aðalsæti gnostikarana af fyrstu og annarri öld, og þeir spilltu textan. Þetta er spilltur texti sem þið hafið í þjóðkirkjunni bæði á Íslandi og í Færeyjum. Þá þess vegna ég bara varð
að þýða King James yfir á færisku. Ég bara þurfti að gera það. Heilaga Biblia, føriska King James, innihaldandi hitt gamla og hitt nýja testamenti, tutt eftir King James Biblian AV, Authorized Version, 1611. Samanbering og rafføring vi og tilstolan upprunalige Luthers heilige skrift fra 1545, dansku kong Kristians sin satte Bibelen fra 1640, Íslendsku Guðbrandsbibelin fra 1544, omframt hinum førisku Bibelunum. Já. Þetta hef ég unnið í 14 ár, blessaður. 14 ár. Já. Og af hverju hef ég gert þetta? Var þetta mín hugmynd? Nei, þetta var ekki mín hugmynd. Þetta kom til minn, ég sá þetta, og svo sá ég King James og ég las einhverja bækur þetta. Og það var sagt að trúbótar Biblíunnar voru rétti textinn. Og það var sagt allar fyrstu sem kom út, bæði á íslensku, dönsku, norsku, sænsku, öllum tungumálum, voru rétti textinn. Og ég náði mér svo í gamla danska, gamla íslensku Biblíuna, allt þetta. Og sá þetta var verulega sami textinn og King James. Og þessar bækur sem ég las, þær sögðu hvar aðalmunirnir eru. Og ég fór svo samanbera á þetta, alveg rétt. Þegar ég var 22 ára, þá bjó ég lengra niður í bæ, á sjómannaheimilinu, þar sem foreldrar mínu voru, og það kom trúaður Íri í heimsókn hjá okkur, nokkur skipti, hann kom bara hálft ári hvert skipti, hann var að vinna hjá okkur þarna, á sjómannaheimilinu. Og hann var með 2 stóra King James Biblíur, og hann bauð mér einu sinni herbergi sitt, hann las einhverja salma úr Davíðssalmum, og við báðum saman, og það gerðist eitthvað skrítið þarna, að herbergi fylltist af Guðs anda þegar hann las, og hann var með rauð, tárandi augu þegar hann las Guðs orð, og þetta var eitthvað svo ríkt. Þetta var bara allt annað en að lesa færisku kirkjubiblíuna sem ég hafi fengið frá ömmu minni. Allt annað. Og ég var frelsaður. En ég fann þarna, þetta er bara fullt, þetta er eitthvað svo matandi. Þetta er eins og að drekka undarrennu meðan við að drekka raunverulega mjólk. Þetta var mjólkin, þetta var ekki einhver undarrenna. Skilurðu? Þetta var það sem ég fann í andanum og þarna vissi ég. Þetta er raunverulega Biblían. Ég var bara 22 ára. En ég glemdi það aldrei. Glemdi þessu aldrei. Aldrei. En svo gerðist það í 97 á færiska sjómannaheimilinu í Reykjavík. Þarna komu 2 svolítið skrýtnir gaurar frá Bandaríkjunum og bjuggu þarna á sjómannaheimilinu í 1 viku og sögðust vera sendir á Guði til að vara íslensku þjóðina við miklum vandum, áhættum sem voru fyrir framann. Og þeir báðu fund með alþingið og fengu það í 2 morgna og það kom þarna hvítur limúsíni og þarna hún náði í þá og þeir voru þarna heila viku og föstuðu og báðu allan tíman. Einn gamall og einn ungur. Ég talaði við yngra mannin og hann sagði það að þeir föstuðu og báðu og sóttu Guðs og sáu og heyrðu, fengu boð og skrifuðu það niður sem þeir, já. Og þetta var hvað? Það sem gerðist á Íslandi 2008, að Ísland alveg krassaði. Og þeir hafðu fengið eitt tákn að gefa að þeir voru sendir frá Guði. Guð hafi sagt að þegar þið farið frá Íslandi, á þeim degi mun koma mikil jarðarskjálfti á Íslandi. Og veistu hvað gerðist? Á þeim degi þeir fóru með flugvélinni, þá kom Suðurlands skjálftinn þarna.
sem líka leysti einhver ég man eftir því, það kom mikil ís þarna og Suðurlandsvegurinn eða Suðurbrautin þarna, hún skolaðist. Já, en þessi gamli, hann kom til mín kvöldið áður en þau fóru og hann sagði við mig, ég hef beðið fyrir þér, ég hef ekki talað við hann, ég hef bara talað við yngra. Hann sagði, ég hef beðið fyrir þig og Guð sýndi mér eitthvað. Hann sýndi mér það að þú hefur verið notaður af Guði hérna í nokkur ár, en svo sé ég það að Guð setur þig upp á hilluna og það gerðist. Ég fann það að Guð setti mig upp á hilluna og þá félli líka frá trúni í smá tíma, en kom svo aftur. En svo sagði hann, ég sé Guð tekur þig niður aftur og þú munt þýða Biblíuna. I even see some Bible translation, sagði hann. Og ég trúði þessu ekki, nei, þetta getur ekki verið. Getur ekki verið satt, af því ég kann ekki hebresku og grísku, ég get ekki þýtt Biblíuna. Þannig að ég skrifaði þetta ekki einu sinni bak við eyrað, ég bara, þetta er bara rugl. En svo gerðist það í 2006-07 að ég fæ hérna King James Biblíu frá góðum vinum mínum og fór að lesa hana og fekk svo þessar bækur sem ég er að tala áðan, sem ég las. Og svo byrjaði þetta að vaksa og Guð byrjaði að tala til minn. Byrjaðu að þýða hana. Af því ég hef búið 5 ár í Hjaltlandi, 7 ár á Íslandi. Ég kann ensku eins vel og færeysku og ég kann færeysku betur heldur en hvað færeyskan skilurðu. Íslenskan er svona stórt fjall, færeyskan er svona sökkvið fjall innra með íslenskunni. Við segjum ofta að þið eru stóri bróðir, við erum litli bróðir og færeyskan er svona minnkuð, lítil og vantar eitthvað í hana. Íslenskan er svona flott, þið eru búið að skrifa íslensku allan tíman upp í gegnum aldirnar og færeyskan hefur bara varðveist út af færeysku kvæðunum sem voru upp á rím, þess vegna mátti ekkert breyta og fólk var að kvæða þetta reglulega og þess vegna varðveittust færeyskan, líka beygingakerfið og gömlu orðin og allt þetta, en enginn var að skrifa færeysku. Í bara margar aldir, allt var bara danska, sko. Þess vegna upplifði ég það þegar ég byrjaði að þýða, að ég kunni allt, ég skildi King James alveg, náði mér í einhverja orðalista þar sem ég bara gat skilið þau 500 orð sem eru gömul og gat svona þýtt King James en búið til svona tungumál, sérstakt gamalt svona á sama stigi og King James er frá 1600 ensku frá 1600. Ég gat svona búið til færeyskt biblíu tungumál með því að lána aðeins frá íslensku, bæta við, fylla upp þar sem vantaði. Mig vantar ekki, þá hugsaði bara hvernig er þetta á íslensku? Já, svona. Og þá bjó ég til orð og bjó til ýmist svona og kryddaði þetta og gerði þetta svona meira svona norrænt og meira svona gamalt. Sem hæfir biblíunni. Af hverju? Af því hún er vissulega gömul bók og hún verður að vera nákvæm og það verður að búa til orð sem alveg passa við, sem eru rétt, sem ekki eru bara halv, en sem eru heil og sem bara hafa sama fylli, sömu fyllu. Sko, eins og ég var að tala þarna undarrennu. Engin undarrennu biblía, sko. Nei! Það mega þessi prestar bara eiga. Þessi prestar í dag. Og síðan þetta versnar bara og versnar. Af hverju? Af því að við höfum ekki raunverulega biblíur sem eru nákvæmar og góðar og réttar. Þessi er bara, sko, þetta er bara allt annað.
og bestu predikumenn í heimi, þeir nota King James. Og ef þú hefur rétta kenningu og ert hérna bara fylltur með heilaga andanum, ekki heilugum anda, heilaga andanum, þá og tala Guðs orð rétt, þá kemur mikil smurning. Smurning heilaga andans kemur af því að krafturinn býr í orðinu og svo kemur andin líka. Og svo er kraftur í þessu, sko. Já, þannig ég hef þessa mynd hangandi þarna. Minnum mig Ísland sem ég hef verið, ég bjó í Reykjavík í 3 ár og Akureyri, Reykjavík 4 ár og Akureyri 3 ár. Og hef svo farið til Íslands 4 trúboðaferðir og bara keyrst allan hringinn, stundum einu og hálfu sinni hringinn. Farið á bílnum með 5.000 bæklinga og farið bara svo frá hús í hús, sofið í bílnum í svefnpoka, skal ég segja þér, og bara á næsta stað og á næsta stað. Og hvað finnur maður þar? Jú, maður finnur bara velþóknun Guðs með sér allan tíman, og þar sem maður heyrir frá heilaga andanum og maður dreymir og maður sér og maður finnur þessa nálægð og blessun, alveg rosalega mikið og gott, skal ég bara segja þér, sko. Og þetta, skal ég segja þér, er ekki heldur, já, þetta er ekki mín hugmynd að gera þetta. Nei, þetta kom frá Guði líka. Ég fór fyrsta skipti 2009, Guð sendi mig, og þá var ég mikið að predika líka úti á götunni. En svo í 2012 fór ég aftur. Og það var svo skrítið. Ég bjóð þarna hinum í fjörðin yfir Skvala og ég fór alltaf upp snemma að biðja af því að ég þurfti að vinna við að þýða Biblíuna, upp klukkan 6 að biðja. Og svo segir Guð við mig, viltu fara aftur til Íslands í trúboðaferð? Og ég segi já. Ég heyri hann segja þetta við mig. Og svo fer ég að vinna. Ég keyri yfir til Rúnavíkur í vinnuna. Og svo kveiki ég tölvunni og ég er búinn að hafa tölvupóst frá Chick Publications í Kaliforníu. Þeir hafa aldrei skrifað til mín og ég var búinn að panta eitthvað frá þeim, einhverja bækur eitthvað. En þeir sögðu, það er kona sem er að spyrja okkur hvort það er einhver Íslandingur eða þarna í kring sem getur farið til Íslands með bæklinga að dreifa þetta. Þetta heitir Chick Tracts. Og þekkir þú einhvern? Þú býr þarna bara, við þekkjum engan á Íslandi, við þekkjum bara þig. Þekkir þú einhvern? Og þá get ég bara að skrifa að þetta var nú skrítið. Guð talaði til mín fyrir klukkutíma síðan hvort ég vildi fara til Íslands og núna fæ ég tölvupóst frá ykkur og þetta var það, sko, þessi kona sem var búin að skrifa til þeirra. Hún átti peninga og hún vildi gefa prentun af 10.000 íslenskum bæklingum, þannig ég fekk þetta ókeypis. Ég þurfti bara að fara og dreifa þessu. Sko, þarna gerast hlutir, sérðu. Gerast hlutir. Eins, ég verð að klára það, eins og þegar ég þýddi Biblíuna. Sko, 2007-2008 Guð byrjar að tala, þýddu King James. Og svo fæ ég tölvupóst frá Danmörku, frá fólki sem ég ekki þekki. Og þau segja, það er ráðstefna boðun og biblíuþýðingar. Langar þeir að koma. En svo skildi ég það að þau hefðu fengið tölvupóst frá Bandaríkjunum frá einhverjum sem ég þekki þar. Það er kona sem heitir Gail Riplinger sem skrifaði þessar bækur sem ég var að vitna í King James Biblíuna. Mjög góðar bækur. Þú getur pantað þær á awafpublications.com, Awaf, Authorized Version Publications.
Ég fór á þessa ráðstefnu og það var hérna svissneskur biblíukennari sem var að kenna og þá bara sá ég allt. Þá kom þessu köllun og Guð talaði til mín og ég sagði já. Ég gafst Guði. Ég gaf mig í þessa köllun að þýða Biblíuna. Og byrjaði strax einn kafla á dag í Nýja testamenti frá Mattheus. Einn kafla eða eina blaðsíðu. Að minnsta kosti eina blaðsíðu eða einn kafla og náði að þýða Nýja testamenti á 14 mánuðum. Og var svo að réttlesa það í eitt heilt ár, 20 blaðsíður á dag, Nýja testamenti í gegn á 3 vikum og hvíldi sig nokkra daga og svo aftur og aftur og aftur. Réttlas Nýja testamenti 10 sinnum á einu ári og hélt svo samtímis áfram að þýða Gamla testamenti og náði að þýða það á 3 árum, var búið með allt saman í 2012, 12. mars 2012. Já, en þá féll hjarta mitt, þá svona sökk ég og ég settist niður í stólinn og hugsaði og bað til Guðs, já, ég er búinn að þýða allt, en þetta er ekki nóg gott, þetta er ekki, hvernig get ég fengið þetta að flæða og hljóma vel og vera gott. Þetta er nákvæmt og orðin eru þarna en þetta er ekki rétt sko. Þetta er ekki alveg búið. Og hver getur prentað þetta og allt saman, allt þetta. Og mér fannst þetta vera bara, mér fannst þetta, ég misti trúna sko. En þá þegar ég satt þarna í stólnum, ég var ekkert búinn að hugsa ekki búinn að muna eftir því einu sinni. Þá kom þetta til mín, þessi gamli á sjómannaheimilinu í Reykjavík, gamli bandaríkjamaður sem kom til mín, I even see Bible translation. Og það var þá 15 ár síðan, skilurðu. Ég hafði ekki þýtt Biblíuna út af því, en þarna kom það til mín. En líka, þegar ég var búinn að þýða í 1 mánuð eða eitthvað, þá dreymdi mig, ég var akkurat þá í Danmörku í sumarfrí, þá dreymdi mig að það kom stór maður inn í herbergið þar sem ég var að sofa, hann stóð þarna í horninu og hann var hár en hérna mannvera. Þess vegna trúi því þetta var engill og hann talaði með svona eins og þetta var Guðs rödd. Ég veit ekki hvort það var engill eða Jesú, ég sá bara útlínuna af honum. En hann talaði, Thou shalt translate the King James Bible and your reward will be great. Þess vegna kom þetta alveg, sko. Þannig að ég fengi þetta. Ég átti að gera þetta. Já, halleluja. Og ég hef ekki skilið allt þetta fyrir seinna. Af hverju þurfti ég að búa í Hjaltlandi í 5 ár sem krakki? Af hverju þurfti ég að fara til Íslands og læra íslensku, það var erfitt. En ég hafði samt mjög gaman af því, sko. Elska íslensku. Það var þess vegna að ég átti að skilja ensku. Sko, ef ég fer til Hjaltlands í sumarfrí, þá hef ég verið þarna í viku og þá hugsa ég á ensku, dreymi á ensku. Og líka, ég á son á Íslandi, við erum saman í sumarfríinu í viku eða 2. Þegar hann er farinn, þá tala ég við sjálfan mig á íslensku og hugsa á íslensku. Þannig að þetta er alveg í mér, sko. Þess vegna, Guð hefur gefið mér þetta, ég veit það, ég skil það núna, sko. En líka maður búinn að læra þýsku í 4 ár, ég hef haft frönsku í 5 ár og dönsku kann ég, eins og danskan er ekki neitt. Danskan er bara barnamál, sko, krakkatungumál. En að læra íslensku, þvílíkt flott mál, sko. Og þýskan, þvílíkt flott mál, sko. Já, þannig ég hef hérna Luthers heilige skrift frá 1545 unrevidiert, skilurðu, óbreytt. Alveg eins og 3. útgáfa hans var. Hann dó í 1546. Já.
Þess vegna sko, en fólk segja, já, men þetta ekki þitt frá frummálunum. Sko, þetta betur en nokkur þýðing af alexandriskum handritum. Þau eru einskisvirði og trúbótar þýðendurnir og trúbótar menninir, þeir voru ekkert að fara til Alexandríu að ná í handrit. Þeir trúðu á Textus Receptus sem fleirtalan af handritum og sem var gefið út á prent af Desiderius Erasmus í 1516 en líka Robert Stephanus í 1550 og Theodor Beza 1595 og 1598 og það var allar þessar þrjár sem King James þýðendurnir studdust við en þeir studdust ekki bara við það eftir að þeir voru búnir þá voru þeir að samanbera við aðrar gamlar þýðingar á öðrum tungumálum skilurðu til að vera alveg bara til að vera til öryggis skilurðu og Guð hefur ekkert lofað sko þessi vitleysa sem allir þessir fræðimennir að gefa okkur að tala frumhand við trúum á íblástur Guðs orðs í frumhandritunum bull og kanil alveg bullskítur Guð lofar að varðveita orðin sín og það hefur hann svo gert ekki frumhandrit hann varðveitir orðin sín hvernig? Jú, í öllum þessum handritum en við trúum því að Guð hefur líka haft hönd sína með í þeirri vinnu sem fór fram undir trúbótar tímabilinu að velja úr og ég skal bara segja þér bara alveg eins og ég King James only þannig að ég opna King James biblíuna þetta Guðs orð ég hef ekkert concordance og Strongs og Vines og allt það bullið hvað segir nú frummál hvað getur þetta annars þýtt nei þetta þýðir það sem stendur hérna það þýðir það Guðs orð segir það sem segir hérna þannig að þetta sko ekki bara biblía þetta biblían þetta the Holy Bible og það ekki vitlaust það ekki skringilegt eða skrítið eða neitt svona nei Guð hefur varðveitt orðin sín og það hægt að þýða orð veistu ekki að því það víst hægt að þýða og þýðing það ekkert töfrakent í hebresku og grísku ekki neitt það bara tungumál það allt sem hægt að þýða og þýðing getur í raun og veru trúðu því eða eigi en það sagt þýðing getur verið betur en það sem þú þýðir þú getur þýtt og haft það alveg rétt og svo getur þú unnið með þann texta og gert það miklu flottara og miklu betur svona, þannig að það rithmist rytmi í því og þetta flæðir betur en hvað sem uppruna handritið eða uppruna tungumáli var það vist rétt já þannig að ég með færisku King James og ég opna hana og ég les og eitthvað versirna og það stendur eitthvað orð það ekki spurning hvort þetta orð já en ef ég opna hér finn ég það orðið að sjálfsögðu og það orðið nákvæmt að sjálfsögðu það mjög nákvæmt það eins nákvæmt og það getur verið já svo nákvæmt sem það getur verið og að meðan ég var að þýða þá var ég með lista inn í Word
sem ég bjó til í stafrænni röð. Þannig að í hvert skipti sem ég verið að leita að orði og pæli, finna það besta, nákvæmasta orðið, þá fór ég inn þarna og skrifa það inn. En svo vildi ég ekki stundum passa það ekki, það virkaði of langt eða það situr ekki nógu vel, ég vil frekar nota annan möguleika. Þannig að ég kom oft með 2 eða 3 möguleika fyrir hvert enskt orð og allt færi ég þarna inn í þennan lista. Og eftir öll þessi ár þá eru yfir 15.000 orð í þessum lista. Og já, þannig að, já, hvort að fólk skilur þetta eða metur þetta eða ekki, það bara þeirra vandamál, sko. Þannig að ég hef gert þetta fyrst og fremst af því Guð kallaði mig. Hann kallaði mig vist. Hann kallaði mig vist. Annarkvort var þetta drottinn Jesús eða engil sem talaði þarna í herberginu. Og þessi köllun líka sem kom, ég gat ekki komist hjá þessu. Ég bara varð. Sko, þú sem trúaður, þú kannast við þetta að fá köllun frá Guði til að vitna eða syngja eða eitthvað, tala við einhvern. Þetta var það sem ég fann. Það kom á mig og það bara, ég gat ekki komist hjá þessu. Og svo byrjaði ég. Og þarna þegar mér vantaði styrk, þá var Guð þarna og lyfti mig, hann lyfti mig aftur. Og líka, ég vil bara segja eins og það var mjög erfitt að fara upp klukkan 6 á hverju morgni og biðja á allt þetta. Og stundum vildi ég bara sofa lengur. En þið sem eru trúaðir, þið sem þekkið nærveru heilaga andans, heilagi andinn var hjá mér og hann vakti mig og stundum fór ég seint að sofa, ég setti ekki í vekjaraklukkuna að vakna, að vekja mig, en samt vaknaði ég, fekk stuð í líkamann eða heyrði mikið bara eitthvað brakaði í herberginu og ég vaknaði, kveikti ljósið og hvað var klukkan? 5:55. Aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Ekki bara tvisvar, heldur bara reglulega. Þannig að ég komst ekki hjá þessu. Ég átti að gera þetta. Og já. Og þið á Íslandi, þið eru með Guðbrandsbiblíu og Viðeyjarbiblíunar. Viðeyjarbiblíuna. Það ykkar biblíur, það ykkar texti, það ykkar biblía. Viljið þið hafa góða biblíu? Af því ég hef skoðað þetta Viðeyjarbiblíuna og Guðbrandsbiblíuna. Þetta rétti textin, þetta stendur á rétta grunni. En það mætti bæta við þessu, það mætti betra þetta, gera þetta betur. Og ég held að ykkur vantar alvöru biblíu. Ekki nútímalega biblíu, heldur bara íslensku biblíuna, sko. Eins og hefur verið gert við spænsku biblíuna. Hvað heitir hún? Rivera. Hún kom út það kom út spænsk biblía 2010. Biblia Purificada eða eitthvað. Og það sko spænska biblían sem kom út þarna í kringum siðbótina eða trúbótina þarna í kringum 1500. En svo hún hreinsuð og betruð til að líkjast King James og kom svo út í 2010. Og það eru sko baptistar sem nota hana
og baptista trúboðar som fara niður í Mexiko og Suður-Ameríku. Biblían hefur allt að segja. Hún svo rosalega mikilvæg. Og það sumir trúaðu bræður hjá mér sem segja við mig, sko, hvað þú að gera, maður? Þú situr ennþá að vinna við þessu af því að þeir vita það að ég hef líka náðagjafir. Ég upplifði það mikið fyrr eða áður að úti á götu ég gæti fengið þekkingar orð og beðið fyrir fólk læknaðist. Og ég kannast við þetta, og ég upplifði þetta stundum ennþá. En ekki eins oft. Já, þú ættir miklu frekar að fást við það, maður. Biblíuna, við höfum langur síðan þá Biblíuna. Nei, við höfum 2 alexandrskar biblíur af færisku sem kannski flæða vel og hljóma vel og bla 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 og fólkið elskar þær, en það bara ekki rétti textin. Og það vantar hluti og það eru hlutir sem vantar og eru vitlaust þýddir en fólk sem ekki setur sig inn í þetta og les og fólk sem ekki vita. Fólk vill ekki vita. Fólk alveg sama. En mér þá ekki alveg sama. Ekki Biblíuna. Ég elska Biblíuna. Ég gjörsamlega elska Biblíuna. Ég segi aftur, ég gjörsamlega elska Biblíuna. Við höfum gert það alveg síðan ég var 15 ára. Biblían sem ég fekk frá ömmu minni, hún lá við hliðina á koddanum. Og ég las hana og faðmaði hana og kyssti hana. Ég var ekki að tilbiðja Biblíunu, ég bara svo fegin, þetta svo dýrmætt gjöf, sko. Þetta var dýrmættasta gjöf ég hefði nokkuð fengið. En svo sá ég það þegar ég núna, að þetta var ekki alveg rétti texti. Hún saði mér nóg til að frelsast, en þetta ekki Guðs fullkomna orð, þetta ekki Guðs varðveitta orð. Nei, þetta undan hennar. Undan hennar. En núna hef ég fengið raunverulegu þykkmjólkina. Þetta þykkmjólk. Þetta skýr. Alveg. Þetta rjómastampur. Þetta. King James. Rjómastampur. Og sko, já, ég bið þess og vona það, bið þess að Guð kalli einhvern Íslending að þýða King James eða þá gera íslenska trúbótar Biblíu, Reformation Bible, út frá Guðbrandsbiblíunni og Viðeyjarbiblíunni, þannig að þú skoðar þær báðar, þær 2 báðar, en lagfæri textan til að passa við King James, alveg í hverju einasta tilfelli. Þannig að í Jesaja 14:12 að það ekki segir morgunstjarnan. Það ekki morgunstjarnan, það Lúsífer. Sko, textin segir ekki morgunstjarna á hebresku. Það segir Hel-El, Ben-Shakar. Hel-El þýðir sá lýsandi. Og það það sem Lúsífer þýðir. Lúsi ljós, fer að bera. Það þýðir líka ljósberi. En til hvers að þýða það, ljósberi, það virkar eitthvað svo saklaust. Allir þekkja hver Lúsífer og þetta Lúsífer. Farðu út á götu og spurðu einhvern, veistu hver Lúsífer Já, það ekki Satan? Nákvæmlega. Það það sem á að standa. Það það sem á að standa. Og ef það stendur morgunstjarna, þá alveg vitlaust. Þetta bara dæmi, sko. Ég skal sýna þér.
Sérðu? Hver ert du fallin af himni, og Lucifer, sonur morgunsins? Þetta komið rétt og allt annað rétt. Alla leiðin í gegn. Og þeir trúaðir menn sem segjast og hafa þá trú og sannfæringu í hjartanu, í andanum frá Guði, að þeir hafa fullkomna Biblíu. Þú finnur út af því að þeir sem geta sagt það og þeir sem segja það eru þeir sem hafa og trúa og nota King James Biblíuna. Þú finnur enga aðra sem segja, þú finnur enga sem nota NIV eða NASB eða ESV eða íslensku þjóðbiblíuna eða nokkra aðra biblíu í heimi sem geta sagt þetta er Guðs orð og hún er án feila eða án villu frá byrjun til enda. Þetta er svo segir Drottinn. Enginn. Það er bara, ég veit ekki, fræðingarnir segja og þessi bók segir, þessi segir bla 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 bla. Þetta er allt djöfulsins. Þetta er djöfulsins verk. Hvað er aðal löngunin hjá djöflunum? Það er að fá okkur að efast Guðs orð. Hann kom til Evu og sagði, hefur Guð nú sagt, yea, hath God said? Og svo tók hann í burtu og bætti við og breytti og bla 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 bla. Nei, skal vera rétt, alveg rétt og ekkert að koma neitt og, þú veist, alveg bara 100%. Já, að sjálfsögðu. Af því við erum engin myndugleiki í okkur sjálfum. Það er engin prest, biskup Íslands, hann segir. Hún segir. Hún á ekki rétt að vera biskup einu sinni. Og svo kemur inn á heimasíðuna kirkjan.is og svo séum við bara regnbogalitina. Þetta er farið á hausinn. Þetta er gjörsamlega farið á hausinn hjá okkur. Alveg gjörsamlega. Hvað myndi Guðbrandur segja? Hvað myndi Hallgrímur segja? Ef hann sæi kirkjuna í dag? Þvílíkir trúðar. Þvílíkt sirkus. Sko ef að þetta er höfuðið eða leiðslan í þjóðkirkjunni. Ég skil ekki hvernig nokkur frelsaður maður á Íslandi getur farið í kirkju. Ef að þetta er það sem boðskapurinn sem kemur frá efstu hæðum. Að sódómusyndin er bara eitthvað til að fagna og við skulum hafa það og vera hlynnt þessu og styðja þetta og blessa þetta. Þetta er bölvað. Þetta er alveg bölvað. Þetta er andstyggð í Guðs augum. Og þegar Guð dæmdi Sódómu og Gomorru, þá gerði hann það og setti þær borgirnar fram og það sem hann gerði við þær, setti þær fram sem fyrirdæmi. Fyrirmyndi eða fyrirdæmi fyrir þá sem seinna meira, eða þar eftir myndu breyta eins, það er að segja gera það sama. Og við getum ekki stutt þetta sem trúaðir þegar Guð segir þetta er andstyggð. Og það sem Guð segir er andstyggð, það er alltaf andstyggð. Já, en þú vitnar þarna í Mósebækur. Það segir okkur samt hvað Guð heldur.
hvað hann þóknun á og hvað ekki. Hérna Levítikus, það 3. Mósebók, 18:22 frá færeysku King James. Þú skalt ekki liggja með mannkyni, eða karlkyni, eins og með kvenkyni. Það anstigð. Og þetta Guðs munnur sko sem talar þetta. Og Deuteronomion 23:17, það 5. Mósebók, 23:17, það skal engin hóra vera af dætrum Ísraels, né sódómíti af sonum Ísraels, sódómíti. Það kall sem liggur með kallmanni. Sko, það ekkert raskat á jörðinni kynfæri. Ég segi aftur, það ekkert raskat á jörðinni kynfæri. Og þegar 2 menn leggjast þannig, þá eru þeir ding-dong í hausnum. Ekkert annað. Þetta ekki bara þeirra kvöt. Þeir eru perrar. Þeir eru perrar. Það vissi maður bara fyrir 25 árum síðan. Ef þú 50 eða 60 ára, þá manstu það. Þegar þú varst ungur, hvað var haldið og sagt þetta. En núna bara allt breytt. Af hverju? Hver búinn að breyta þessu? Þetta áhrif frá Guðs orði? Nei, þetta áhrif frá helvíti. Og þetta allt saman lygi. Þetta ennþá anstigð. Þetta ennþá synd. Það hefur ekkert breyst. Og þetta ennþá perrar, ekkert annað. Perrar. Sem munu víst fara til helvítis ef þeir ekki frelsast og hreinsast og gefast. Nei, hætta þessu. Og engin frelsaður trúaður maður getur stuðið eða haldið með, stutt þetta. Því ef þú lest Rómarbréfið 1 sem talar þetta, þá þetta allt saman, þetta stykki, þetta í Rómarbréfinu frá 1. kafla frá 19:20 og svo byrjar hann að tala þetta að kvinnur breyttu náttúrulegu notkununa í það sem að móti náttúru og sömuleiðis líka menninir fóru frá náttúrulegu notkuninni af konunni og brendu í girnd hver móti öðrum í staðinn og fengu í sjálfum sér það endurgjald fyrir svona villu sem var hæskileg. Þeir fá endurgjald. Og sko, hann að tala líka Sódómu og syndafallið og Nóa flóð. En þetta síðustu dagar myndu líkjast þessu. Og við erum þar núna. Og núna kemur þetta allt fram. Þetta illur anda, þetta djöfulinn og hans illu anda hans, sem eru að þrýsta þetta. Í gegnum hvað? Fjölmiðla, sjónvarp og allstaðar, fréttir og allstaðar. Og inn á alla leikskóla og skóla og allstaðar núna. Og það þú verður bráðum refsaður fyrir að segja þetta synd og segja þetta perraskapur. Þetta samt perraskapur og þetta ennþá synd. Mér alveg sama hvað hver segir. Já, hann er lögmaður, hann biskup, hann hæstaréttar. Mér alveg sama. Guðs orð stendur og það mun dæma
biskup og forseta og ES og alla. Og það Guðs orð sem hefur rétt. Engin maður. Þar stend ég. Og mér alveg sama hvað hver, allir halda eitthvað annað, mér alveg sama, þá allir bara klikkaðir. Allir eru klikkaðir í dag. Og fólk fer bara með að því, nýr tímar, já, endatíðin hér. Biblían segir þetta myndi vera svona. Ég veit það, ég sé það og ég stendi á móti. Ég segi þetta allt saman frá Satan og það satt, það veit ég. Og ef við lesum þá hérna áfram í Rómarbréfinu 1, þá endar kaflinn með þessu. Hverjir, þó að þeir þekkja dóm Guðs, að þeir sem gera slíka hluti eru verðugir til dauða, þá gera þær ekki bara hina sömu en hafa þóknun á þeim sem gera þá. Sko, ef þú hefur þóknun, ef þetta þóknar, já. Og ekkert á móti þess, nei, þetta bara svona, já, þú hlærið og styður þessu og heldur með þessu í hjartaðinu, þá ertu fráfallin. Ekki komu kallaði kristinn upp í mitt andlit. Þú fullur af Satan. Þú skalt ekki predika eitt orð fyrir mér eða segja eitt orð yfir mér. Ég hef Biblíuna yfir mér. Ég fylg henni. Og Guð hefur rétt alltaf í öllu. Líka það að maðurinn höfuð konu sinnar. Það ekki jafnrétti. Það ekki jafnrétti. Það það ekki. Innan hjónabandsins, nei, ekki heldur í samfélaginu. Það ekki jafnrétti. Þannig séð að það bara, þú veist, þetta bara manneskja. Jú, manneskja sem vinnur, þú veist, þetta, sko, ef það kona sem að vinna, hún á að fá sömu laun og allt þetta, en ég að tala hjá Guði og innan hjónabandsins. Og það ekki allt sem konur að gera. Það á ekki kona að vera biskup. Guðs orð segir hvernig biskupin á að vera. Og hvernig kona hans á að vera. Hvernig getur biskupin þá verið kona? Guðs orð segir hjá Tímóteus að biskupin á að vera svona. Og sömuleiðis á kona hans að vera svona. Og öldungar og djáknar og allt þetta. Þeir að vera svona og þeirra konur svona. En það augljóst að biskupin sem hvað? Sem ekkert annað nema bara hirðirinn í staðbundinni kirkju eða samkomu. Og eiginlega eiga allar kirkjur að vera sjálfstjórnandi. Það á ekki að vera allt undir biskup Íslands. Þetta bull, algjört bull. Kirkjur eiga að vera sjálfstjórnandi. Ekki, undir Guði, sko. Undir Guði. Þannig að, mér alveg sama hvað fólki finnst. Alveg sama. Já, mér finnst það, og þú svo gaman. Já, ég gamaldags. Ég mjög gamaldags. Ég held í það sem eilífur sannleiki. Eilífur sannleikur. Og heimurinn, hann fer bara. Og við stöndum mjög nálagt núna endinum, sem verður með eldi. Hvernig þá? Já,
Rússland á 2000 atómsprengjur, veistu á því? 2000. Bandaríkin á eitthvað 200 og Bretland eitthvað 200. En Rússland á 2000 og Kína líka. Og það eru spádómar það að öll Evrópa og Bandaríkin og það mun allt vera bara bombað. Í því stríði sem verður rétt í kringum afturkomu Krists. Þriðju heimsstyrjöld. Þá allt bara brennt. Já. Það spádómur. Það var í 1967, það kom 90 ára gömul norsk kona í Veldres í Noregi. Kom til trúboða sem hét Emanuel Minos. Hún var búin að fá spádóm sem hún hafði geymt. Guð hafði sýnt og talað til hennar, hún var búin að skrifa þetta niður og hann tók þetta svo, en þorði ekki að lesa þetta því þetta var svo ýkt. Geymdi þetta svo til 1992 og kom svo út með þá. Og hlutir sem hún sá þarna núna byrjaði meira að uppfyllast. Að það myndi kalda styrjöldin myndi hætta, hún hætti 1990 og svo myndu löndin fara að afvopna sig og svo myndi koma langt fríðartímabil, en svo allt í einu, svo myndi þetta byrja. Og þetta myndi vera stutt stríð, ekki vara lengi og byrja svona bara með venjuleg vopn, en svo myndi maður fara að nota atómsprengjur og öll Evrópa og Bandaríkin og bara Ástralía líka. Bara Suður-Ameríka og Afrika og eitthvað svona einhverjar eyjar sem hægt verður að búa á eftir þetta. Þetta kemur. Já. Guð fyrir að dæma, og af hverju í Evrópu og af hverju Bandaríkin? Þetta bara Sódóma og Gómorra. Þessi lönd fá sama dóm sem Guð gaf Sódómu og Gómorru, eld af himni. Hann á eftir að svíða ykkur og síðan vöknið þau upp í helvíti og munu brenna þar eilífð. Það satt og það viðvörun. Það mín viðvörun til Sódómu Ísland. Og þvílíkt Sódóma líka. Það áður slæmt í Færeyjum, en ég veit það miklu verra á Íslandi. Og ég hef ákveðið að bara tala sannleikan eins og hann liggur sig, alveg frá núna þangað til ending kemur, mér alveg sama. Ég stend nefnilega við Guðs orð og tala sannleikan. Ég vil ekki vera blása sjálfa mig upp og fá hrós og vera eitthvað svo rosalega, standa þarna brosandi og biðja fólk gefa mig pening. Nei, hafðu þinn pening, blessaður. Ég sæki dýrð og hrós Guðs og hans þóknun, ekki mannanna. Ég vil vera þjónn Guðs. Hvernig með þér? Í Jesú nafni. Amen.